Guðbjörg Hermannsdóttir, formaður kynjakatta og kattaræktandi í Grindavík, með 7 ketti á heimilinu. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn og fengum vægast sagt hlýjar móttökur. Ég hef alltaf verið ógeðslega hrifin af norska, en ég náttúrulega fjall fyrir þessari gömlu þarna. Þetta byrjunin, þessi hérna. Þessi að vera 10 ára. Það sem ég fjall fyrir, og þá náttúrulega vissi ég ekkert norska, ég vissi ekkert tegundina annað en ég bara sá hana, mér fannst það falleg. Það var það eina. Svo út frá því fór þetta svona, já, ég væri til í að fara út í ræktun og þá, ég fæ lánaðan högna, rauðan og hvítan, silfurhögna og hún kom með 2 kótesseska og svo eiginlega bara vindur þetta upp og séu komið 1, þá ertu komið 2, 3, 4, 5 og þú veist að þú ertu komið 10 og þú veist, þú tekur ekkert eftir. Þetta fellur eiginlega allt saman í 1. Þannig að þetta eiginlega bara svona slísaðist til, þetta svona 1 leiðir öðru og það bara, já, ég bara komin í ræktun. Og þetta mikil vinna? Nú ertu með 7 kýs á heimilinu? Það mikil vinna í kring kotinn. Þegar þau eru komin svona ferð, svona 6 vikna, þá myndi ég segja að þá þetta fyrst virkileg vinna, því þá þetta náttúrulega hérna út allt og maður að kassavenda og sem íta að læðan kenni kettlingunum á sandinn og þetta. Nei, þetta basically, þú komst mér í þetta og þú skalt sjá þetta. En það svona mesta vinnan, það að koma dýrum, það að venja þau og þú veist, gera þau húsrein, venja þau öll læti, en annars þá þetta ekkert máli svo núna, þau voru 5. Það var náttúrulega, jú, ég segi það ekki, heimili var stundum með henni í hersöndum þegar stuðið byrjaði. En að öðru leyti þá, þegar maður hefur svo miklu ástríðu fyrir þessu, þá pælir maður ekkert í, það kannski aðrir á heimili sem pæli. Og hvað kostar 1 kettlingur? Þetta allt frá 100 til 120, það misjafnt. Það bara, þú veist, við erum með misjafnt verði á þeim. Meinkúnin minni að gælutir í 120. Ég á 1 eftir á mér sem fyrir á 120, þá erum við búin að gera allt. Þú þarft ekkert að fara með henni í skoðun nema eitthvað koma upp á, sko. Og já, fylgir ættbók og svo getur sótt aðhald í félaginu og fyrsta árið frítt með nýjum eiganda. Og við mælum alltaf með því. Það er ógeðslega gaman að fá nýtt fólk á sýningar, segir það ekki. Og þegar þú verður gömul, heldur þú verður svona brjálu kattakona, kannski með 30 ketti? Alveg örugglega. Ég mun örugglega finna stöð heima hjá mér með 30 ketti, þess vegna finnst ég ekki. Ég mun örugglega eina af þessum. Nei, ég hef alltaf, frá því ég var krakki, alltaf verið hrifin af köttum. Alltaf. Þetta bara, ég veit ekki hvað það en það bara eitthvað við kettina sem bara, þau sjálfstæð, sumir segja treysti þeim ekki, svo lævisk og lúmsk. Það getur líka verið það. En það mjög fínt að vita ekki nákvæmlega hvar ég hef það. Norsku skógaköttin náttúrulega bara náttúrulegt afbrigði af ketti. Þeir eru prílarar og þeir una sér rosalega vel uppi og ef þeir geta prílast, eins og ég segi, ég með þetta risaferlíki, af því þeir elska þetta. Þeir eru mjög félagslyndi líka, algjörlega keilurófur. Ég reyndar hef alltaf verið hrifnar af strákunum og minn fullkomni strákur rauður strákur. Mér finnst þeir alveg ekstra, sko. Á dögunum héldu kynjakettir haustsýningu sína í Reiðhöllinni í Grindavík og segir Guðbjörg hafa gengið vonum framar og margir gestir komið í höllina. Fjölmargir ræktendur voru á staðnum og fræddu gesti eiginleika hverrar tegundar. Sko, norskur, það sem verið að dæma hann, þá verið að dæma höfuð. Þeir vilja náttúrulega fá mjög kúpt höfuð. Hún pínuflötiselska, en það allt í lagi. Og það þríhyrningurinn hérna. Norskur alveg með þríhyrning. En aftur á móti meinkúnin, sem að fólk ofta rugla saman norskur og meinkún, að þeir eru með meira box. Þeir eiga að vera meira svona ljónslegir og eyrun standa hærri. Það miðað við á norska þá svona eins og þú komir sem sagt eyru á milli. Þetta alveg, þeir eiga að fara alveg líka sama við. Augun, það verið að dæma hvernig augun eru, staðsetningin, lögun og þeir eiga að vera svona möndlulega svona. Og svo náttúrulega vilju eiga að vera með alveg beinan prófíl. Þá verið að horfa á hérna og það alveg hérna, þráðbeint. Svo ég vil hafa það, sem að þessi dama fékk hérna, hún með svona góða höku. Svo það lengdin, það skottið, það kannski ekki hárlaus skottur hérna. Og við viljum fá skottið allavega hingað. Ef það lengra, þá allt í lagi. Og svo náttúrulega það geðslega líka. Það munar rosalega miklu. Flesti kettnir okkar nú bara mjög gott geðslega. Hæ!